Við erum hér í C-nefnd stjórnlagaráðs sem að hefja fund. Pavel Bartósek formaður nefndarinnar. Pavel, hvernig gengur starfið í nefndinni? Já, það gengur bara ágætlega. Við höfum verið að fara yfir dómsmálakafla og ætlum að taka aðeins fyrir á utanríkismálum í dag. Svo höfum við tekið smá umræðum kosningamál og munum halda því áfram, þannig að þetta bara rúlað svona áfram. Búist þið við því að leggja fram tillögu til kynningar á næsta ráðsfundi? Það verður bara komið ljós. Hvernig þið eru 8 í þessari nefnd sem sitja hérna, alveg hljóðir hjá okkur. Hvernig gengur að starfa saman? Það gengur alltaf bara ágætlega. Við reynum bara að ræða okkur gegnum málin og forast að kjósa mikið og tala bara saman niður á niðurstöðu. Dómsmálin hafa gengið vel, en svo komu náttúrulega mál eins og kosningumál sem skoðanir eru oft skiptar, þannig að það verður bara að sjá hvernig þetta þróast. Búist þið við því að ykkur takist að ljúka þessari vinnu á þeim tíma sem að þið hafi núna eftir? Já, vonandi, það verður bara komið ljós. Hvað segið þið hinn, Ómar? Hvernig gengur þetta Þetta búið að vera bara mjög ánægilegt og rífandi gangur eins og fyrrverandi utanríkisráðherra sagði hinu sinni. Og við vorum fljóta að koma bara fyrsta ráðsfundi með inn í áfangaskjalið til þess að fara að tala þannig að það hefur ekki staðið upp á þess að nefnd að koma alltaf með eitthvað nýtt til að ræðum. Við vorum að tala það í gær reyndar í okkar hópi að ég kannski einn að við yrðum eftir þetta svona sprengjusérfræðingar, því að við erum með erfið mál eins og bæði kjördómamál og utanríkismál, og ef við komast í gegnum þau og allt í fína lagi eins og ég hef góða von til í þetta búið að vera mjög ánægjuríkt þó að við höfum ólíka skoðanir, að þá afar gott að rökræða í þessari nefnd fram og tilbaka, og ég hef þá trú að við komumst að niðurstöðu sem verður til þess að það verður engin sprengingur út úr okkar starfi, heldur fáum við svona smá viðurkenningu fyrir að vera bara sprengjusérfræðingur að umgangast þetta. Við erum meira sér tilbúin til að taka trúmálin til okkar, þeir sem hittu síðan í gær. Þorkell, þú ert nú helsti kosningasérfræðingur landsins. Hvernig líst þér á þessa umræðu kjördæmaskipan í nefndinni? Það nú allt kosningasérfræðingar hérna inni, það nú kannski þess vegna sem fór í nefndina. Harry sem situr hérna andspænis mér, hann nú heldur betur búinn að setja sig inn í málin og sá sem auðvitað minn Ómar og fleiri, fyrir nú utan formanninn. En mér tek bara undir með þess að við erum búin að segja undan að þetta afskaplega ánægjulegt starf og miklu eiginlega skemmtilegra heldur ég hefði þorað að vona. Eitt af þeim málum sem við eftir að ræða eru þjóðaratkvæðagreiðslumál og við Salvur Nóttal sem gengur hérna innum í herbergi núna. Við vorum akkurat í gærkvöldi að koma frá Sviss eftir afar fróðlega kynnisferð þangað til að læra allt beint lýðræði og við komum hérna alveg uppfulla fróðleiku og áhuga og sem að halda kynningu fyrir alla hópinn þau mál sem fyrst, en hvort sem að við förum nú eins langt eins og Svisslendingar, það önnur saga, en þá held ég að við höfum lært þarna heilmikið sem muni nýtast okkur. Og varðandi það sem við hefum búin að spyrja hérna hvort okkur takist að klára þetta, við bara verðum að gera það. Við vorum kosin til þess og þó að sú kosning hafi eitthvað verið dregin í efa, þá finn ég enn til ábyrgðar hvað það varðar.